Orðið fæða getur haft tvíþætta merkingu þegar við snúum okkur að líffræði. Við tölum að sumar dýrategundir, svo til dæmis menn, fæða afkvæmi sín, það er að segja að eignast til dæmis barn eða hvað svo sem afkvæmið heitir. En almennt þegar við tölum fæðu, þá erum við segjum orðið fæða, þá eigum við fæðu, það er að segja það sem að dýr innbyrða til þess að fá orku. Og það er mismunandi eftir því hvaða lífverutegund við erum að tala þá þurfa nefnilega allar lífverur fæðu. En það innbyrða ekki allar dýrategundir, eða allar lífverutegundir segi ég, fæðu. Plöntur til dæmis búa hana til úr koltvíoxíði og vatni með orku frá sólinni. Fæðan sem við borðum kemur annarkvort frá plöntum eða dýrum og orkan úr þessari fæðu sem við fáum, og megin ástæðan fyrir því að við erum að borða fæðu er að fá orku og fá byggingarefni fyrir líkamann til þess að stækka úr viðhaldunum. Öll þessi orka, hún kemur upphaflega frá plöntum og upphaflega frá þessari ljóstillífun sem ég var að lýsa. Það er alveg sama hvaða ferli eða hvaða lífveru við erum að tala orkan kemur alltaf upphaflega frá sólinni. Sum dýr borða aðrar lífverur eða flest raun, það er mismunandi bara hvort að borða plöntur eða önnur dýr. Svo eru til dæmis bakteríur sem að leysa upp í raun og veru eru með meltinguna fyrir utan líkamann, innbyrða ekki bitana heldur bara gefa frá sér meltingarensím eða meltingarlífhvata og draga svo næringarefni til sín þegar þetta er búið að leysast upp fyrir utan bakteríuna. Þannig að það er mjög breytilegt hvernig lífverur innbyrða fæðuna sem þær þurfa. En allar lífverur þurfa fæðu, það er bara spurning búa þær hana til sjálf eins og plöntur eða innbyrða þau einhverjar aðrar lífverur eða lífverur hluta eða eitthvað sem aðrar lífverur hafa búið til þess að fá fæðu fyrir orku og til þess að byggja upp og endurnýja líkamann.